Á þessum tíma voru Íslendingar í miklum átökum á alþjóða vettvangi og skulum aðeins rifja upp, bregða upp myndum frá þessum tíma og rifja upp fyrsta þorskastríðið. Áratugurinn milli 1950 og 60 var öðrum fremur áratugur vaxandi og skýrari sjálfsímyndar okkar eftir nýfengið sjálfstæði og eftir lok heimsstyrjaldar. Mikil gróska var í listum og menningu og fór róður íslenska listamanna víða. Við fórum að gera kröfur til þess að fá handritin heim, Halldór Laxness fékk Nóbelsverðlaun og listmálarar gerðu garðinn frægan. Og við létum til okkar taka í alþjóða stjórnmálum svo munaði, við færðum einhliða út fiskveiðilögsögu okkar 12 mílur og rákum erlenda togara út, þar sem þeir voru vanir að toga nánast upp í kálgörðum. Bretinn svaraði með herskipum og þetta var fyrsta þorskastríðið, ógleymanlegum tími þar sem Íslendingar áttu við ofurefli að etja á örsmáum varðbátum. Stóðu átökin linnulaust í tæp 3 ár þegar samningar tókust. Og frá þorskastríði út í Eyjar, þaðan næsti maður, hóf snemma söng og spil, eða 12 ára, söngvari í hljómsveitum og á kabarettum. Hann hljóðritaði nokkur lög milli jól og nýjárs árið 1959 og það enn verið að leika þessi lög í útvarpsstöðvunum. Maður sem við höfum ekki séð oft, Erling Ágústsson. Æskuástir sem gleyma oft sterkar eina og ungur enn til að elska og þrá. En ástin ekki að spyrja hvað ég má, á hverju fór hún frá mér, hjarta mitt sárt og þjá. Ekki mun ég aftur reyna að elska aðri brá. Ungur ég enn að árum, en aldrei ég gleymt því að ást mín var ætluð henni sem alltaf ég mikil smert. Þú ert ungur enn, Æskuástir sem gleyma oft sterkar eina og ungur enn til að elska og þrá. En ástin ekki að spyrja hvað ég má, á hverju fór hún frá mér, hjarta mitt sárt og þjá. Ekki mun ég aftur reyna að elska aðri brá. Ungur ég enn að árum, en aldrei ég gleymt því að ást mín var ætluð henni sem alltaf ég mikil smert. Þú ert ungur enn, Æskuástir sem gleyma ungur enn oft sterkar eina og ungur enn til að elska og þrá. en ástin ekki að spyrja hvað ég má, Ungur enn til að elska og þrá. en ástin ekki að spyrja hvað ég má. Nonni, nonni, nonni. Ég ætlaði nú bara svona að kíkja vel og vandlega á þig. Svona lítur hann það út, þessi Erling Ágústsson. Já, hann ekki merkilegur sko. Það búin að heyra þessi lög þín í gegnum árin en hefur afar, já ég hef aldrei séð mynd af þér eða neitt slíkt en þú byrjaði snemma í þessu. Var svona mikil gróska í tónlistarlífi, dægutónlistarlífi í Eyjum eða hvað? Alveg geysilega mikið. Já, maður byrjaði á svona smá skemmtunum sko, með gítar, ég og annar drengur, og svo þróaðist þetta upp í að fara að syngja með hljómsveitum, sennilega 16 aldur sko. Og var nóga fólki til þess að koma? Ég meina í Eyjum var hægt að halda út í mörgum hljómsveitum? Já, og það var nú töluvert af fólki þarna á vertíðum sko.
Þannig að það, þegar bátarnir voru í landi, þá var ekkert sko vandamál með það. Og Var hægt að halda út í kabarettum eins og já, mikið af kabarettum og það sungu bara allir, held ég, sem eitthvað gátu frá sér látið fara. Gátu allir komið. Gátu allir, það var frjálst öllum, alveg hreint, sko. Varstu lengi að spila? Ég ætla nú að koma að öðru í þínum ferli. Varstu lengi svona það sem að þú myndir vilja kalla tónlistarmaður? Nei, það var ég ekki lengi, sko. Nei. Og þessi lög sem við höfum verið að heyra með þér, ég brá nú upp myndum úr Þorskastríðinu því að þú söngst nú frægt Þorskastríðslag. Já. Var þetta svona hersöngur á þessum tíma? Eða? Já, það var það í það minnsta þegar það byrjaði, já. Mjög vinsælt. Og hiti í mönnum? Já, mikið hiti, þú getur ímyndað þessi þorska þjóð eins og vestmanningar eru. Já. Þannig að það var mjög eðlilegt að þaðan kæmi baráttusöngurinn í Þorskastríðinu. Já, þetta verið. Hins vegar held ég að færri viti að þú varst líka í útvarpsrekstri. Já, það vita allir vestmanningar allavega. Löngu áður en að útvarpsbylgjan og fjölmiðlabyltingin öll var gerð. Já. Þú ert með útvarpsstöð í fullum rekstri í Vestmannaeyjum upp úr 1950. Já, ég hafi ekki verið með þetta í 8 ár. Og allt var þetta bullandi ólöglegt? Já, allt bullandi ólöglegt, blessaði Guð, já, en það var mest gaman að því þá, sko. Já. Og hver var dagskráin? Hvað gerður þau? Já, þetta var nú aðeinslega músík, sko. Það var, ég hlusta mikið á Luxemburg og fleiri góða stöðar. Já. Og tekið náttúrulega allt upp, það nýja eftir sem maður heyrði. Og þetta var farið með þetta á dansleikina, sko. Það var kannski hálftíma fyrir væri að búið til íslenskan texta. Eins og til dæmis þessi texti sem ég var að syngja, hann var svona búinn til hálftíma áður en að var farið á ballið. Já, og tekið. Já, það var ekkert verið að eldast við þannig, þetta var bara eins og mögulega hægt. En hvernig gastu rekið útvarpsstöð, mér finnst þetta mjög forvitinlegt, hvernig gastu rekið útvarpsstöð í 8 ár? Þögðu menn í eigum alveg yfir þessu eða hvað? Já, þeir sem höfðu gaman að þögðu yfir því, sko, þannig að ég var líka með góða menn sem vörðuð mig við ef að þeir voru að koma frá Landsímanum, sko. Já. Og það var alltaf hringt í mig þegar þeirra var von, sko. Og svo var bara hringt aftur, já, þeir eru farnir vinni með þessari flug að þú getur byrjað aftur. Það er þetta gegn viti. Já, þú sloppið, margótt sloppið fyrir hotn. Já, vel sloppið fyrir hotn, sko. Útvarpaður á FM-bylgju, á stuttbylgju líka. Já. Og þetta rétt við Luxemburgarbylgjuna. Já. Og heyrðist þarna yfir, hvað var hlustunarsvæðið stórt, heldur þið? Já, það heyrðist nú langt drengur minn. Já, þetta heyrðist nú hérna upp á land, til dæmis, altså hérna, já, beint yfir. Og síðan út í haf til fossana. Já. Þeir hlustuðu á þetta langt út í haf. Á 50 metra bylgjunni, sko. En flugvélarnar voru bara alltaf fyrir það, sko, fyrir mér. Já. Það kom fyrir einu sinni að sko, flugvél var að lenda þarna í Eyjum. Og þeir hringdu í mig úr turninum og báðu mig að stoppa augnablik því að ég væri komin á bylgjulengduna þeirra, sko. Já, Dillandi músík, sko. Þeir gátu ekki haft, sko, samband við turnin. Svo ég rauk til og hélt að þetta væri mér síðasta, sko. Ég fengi nú yrkilega hérna góðar ákúrur. Og það var stoppað svona 10-15 mínútur, þá hringdu aftur og báðu mig að byrja aftur. En vera samt á réttum stað. Já. Nú, þú fluttir svo upp á land eins og fleiri hafa gert, en ertu örugglega vestmannaeyingur í eðli þínu. Ég vona að ég sé ekkert að móðga vestmannaeyinga þegar ég segi það, því að svo hélstu uppteknum hætti þegar þú varst komin á Suðurnesin og þá byrjaður að sjónvarpa. Já, það var nú þar var ég gripinn, sko. Þar varstu tekið. Það var ég gripinn, maður. Já, ég sendi þarna mynd, sko, til 30 húsa. Við fórum í hálfgerða fílu þarna þessi sem voru í einbýlishúsum vegna þessa blokkir. Það mátti, sko, vera með kapla í hverja íbúð og það voru margar blokkir með þetta og við hétum síðan að reyna þetta, sko, saman. Tókum þátt í að kaupa myndir og svona og síðan var þetta sendt út bara eftir behag.
búin til listi hvernig þetta átt að ske og síðan var þetta bara sendt út. Og allt sem ég gerði var að snúa við einum magnara Sem rafvirki. sem rafvirki, já, gera hann bara við og senda út honum í stæðin fyrir að taka úti. Og var stripin. Það tókst vel, ég var að greipi, já. Það var allt hýrt að mér og ég fekk það úr steininum eftir 7 ár. Myndbandi og allt ræðsli. Þegar lögunum var breytt. Já, eitthvað skeiði, ég veit það ekki, eftir 7 ár þá kom það á steininum í Keflavík. Og þá hefur þú náttúrulega verið búin að missa allan áhuga á útvars- og Já, sjónvarpsþætti síðan hef ég ekki komið nátt þegar þetta var steinættur sem maður. þegar þetta var orðið löglegt. Já. Það var ekkert gaman. Ekkert gaman að þessu, sko. Nú, útvarpsmaður og sjónvarpsmaður sem sagt er þú, Erling Ágústsson, kannski miklu frekar heldur en tónlistarmaður og það var bara stutt skeið Já. í þínu lífi. Já. Þakka þér spjallið en